Já, við sittum hérna í marathonútsetningu sem hófst klukkan 7 í morgun, eða 7 í gær getum við sagt, það komið miðnætti og nú klukkan að verða 1:30, ég veit ekki hvað, það 18,5 tími, segir Laufey sem núna komin á takkana, það búin að vera margir hérna á takkunum í kvöld að taka upp og senda út. Tilefni þess að við erum að safna áskrifendum til að tryggja sjálfstæði og áframhaldandi rekstur samstöðunar og það streyma inn og svo detta inn núna eftir miðnætti. Tók það bara þegar ég opnaði tölvuna, þá sá ég að voru allavega 2 búnir að koma síðan bara rétt áðan sem að skrá sig. Ef þú vilt gerast áskrifandi, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Ég ætla að benda líka á eitt sem að margir áskrifundur hafa gert þegar það fundi mig á Facebook og sendt mér Messenger og óskaði eftir því að stækka áskriftina eða tvöfaldana, þeir að borga 2.750 ef að hækka sér upp í 550 og svo erum við þess að dæmi fólk sem að borga 5.500 á mánuði ef vill borga 11.000 og við erum náttúrulega ótrúlega þakklát þessu fólki sem að sýnir hugsin í verki og gerir okkur voða glöð. Það mjög glatt fólk hérna frammi, það búið að vera mjög skemmtilegt þetta eiginlega frá því svona 18 tíma útsetningu og við ætlum að halda áfram hérna og nú erum komin svona langt inn í nóttina og hérna komin Pétur Tyrfingsson, sálfræðingur og blúsari, þið voru tónlistafólk hérna áðan, þú náttúrulega tónlistarmaður. Það nú mikið sagt. En ég dundaði þetta. Ég tók upp á því með drengina mína, þegar þeir eru unglingar þá fór ég að leika við þá. Svo ég fór að leika við Gumma 88, 9, 1988, 89 og við Guðmundur Pétursson, gítarleikari. Við stofnum bluesband saman sem hét Tregasveitin og þetta var bara heilmikil útgerð í svona 3, 4, 5 ár eitthvað svoleiðis. Til að verða eins góðu gítarleikari og sonurinn. Þetta ekki bara 12 tímar á dag inn í unglingaherberginu í 7 ár? Jú, ég hef ekki orðið vitni að en ég heyrt talað neitt úling sem var eins iðin og duglegur að æfa sig og Guðmundur samt aðan tíma fyrir alls konar aðra hluti eitthvað síður en hann var svaka duglegur að æfa sig og einu sinni fór ég og móður hans, við fórum þá var hann nú svona nýfermdur og var með fínan gítar og hafði keypt svona Music Man magnara sem var svona sama tegund og var utan á einhverju Clapton plötu og hann var að passa bróður sem þegar við fórum í bíó komum við úr bíóinu og þá lá hann svona í sófanum með gítarinn á maganum og þá sónaði magnaranum og hann steinsvaf þannig að hann sofnaði með gítarinn það var mjög duglegur að æfa sig. Og hann náttúrulega hafi skilað sér í því að hann svona einn af þessu sem bara ótrúlur hann fór út eitthvað annars þar en það sem getur allt eða ekki? Það jaðrar við það og hann getur gert svona hluti eins og hann gerði í samvinnu við Þorvald í Hofi þá voru þeir með svona gítarveislu Þorvaldur fékk þessa hugmynd að vera annars vegar með svona klassískan gítarkonsert með sinfóníuhljómsveit og síðan konsert fyrir rafgítar og sinfóníuhljómsveit eftir hlé og honum datt svona einn maður gæti gert þetta og Guðmundur gæti líklega gert þetta og lét hann hafa hugmyndina og svona og Guðmundur var að svona melta það með sér og þurfti nú kannski að gera ýmislegt til þess að vera að færa þetta en eitt af því sem að ég svona hleraði hann hefði sagt var það þessi rafgítarkonsert sem þú vilt að ég spili mér veist hann svolítið leiðilegur á ég ekki bara skrifa einn og hann skrifaði eitt svona konsert og flutti þetta og hver samti konserti sem hann vildi ekki?
Það veit ég ekki. Eitthvað sem maður þekkti ekki í rafmagnsgítar. Já, eitthvað bara svona stykki. Það er rafmagnsgítar, þú þetta þekkjan til þess að geta gert eitthvað skemmtilegt við hann. Já, eða svo náttúrulega rafgítar bara sérstakt hljóðfæri, sko, og ég get alveg ímyndað mér það að þú ert rafgítarleikar og ætlar að fara að spila konsert fyrir rafgítar sem eftir einhvern annan og það, ég held að sé bara aðgengilegra held ég fyrir svona gæja sko að spila fyrir eitthvað sinn konsert sko. Þú nefndir hefur mikið vit á gítarleik? Nei. Þú nefndir Eric Clapton, ekki eitthvað að Eric Clapton? Nei, það held ég ekki, Við það bara einhvern veginn hann einhvern veginn blómstrar aldrei sko, það eins og sé alltaf eitthvað svona hetta á honum sko. Gerir þetta alltaf snittilegt og vel Nei, sko allir Eric Clapton ekki bara leiðilegur sko, þarna kemur með pointið sko, það er það sem ég vil segja Eric Clapton er mjög rútínaraður gítaristi og hann er mjög vandaður og smekklegur og allt það og hann náttúrulega tilheyrir líka svona kannski þessi bresku gæjar sem voru að spila með John Mayall sko, Peter Green og Eric Clapton og Jeff Beck og svo getur tósað upp í Mick Taylor og þú vilt en þessir þrír svolítið og það er eitt sem einkennir þá svolítið sko og það er það þeir eru allir svona það sem við sem höfum spilað gítar og svona reynt að gera þetta, spila blues og svona þeir eru allir svona svolítið lýrískir sko en sko það er grettur og lýrískur já, svona af því verða einhvern veginn þetta er svo frasakent, þetta er svo mikið klísja sko en sko, þetta er svolítið karakteri hjá það sko, Clapton ég held að sé ekkert skemmtilegur maður sem að þýðir að sko ég held að hann hafi blómstrað sko á köflum og það eru til kannski fyrir 50 árum já en og mér finnst hann ekkert hafa elst illa ef þú skoðar til þess þessar plötur sem hann var að spila þegar hann fer aftur sko bara í blues og fer að spila bara ráan blues og svona að þá það sko betra stöff heldur en margir kannski vilja viðurkenna sko af því að þeir eru hættir að nenna hlusta á hann sko og menn sjá svona krím í svolítið ljóma og allt það sko en en nóg Clapton en þú vilt hafa svona tilfinningu í þessu svo eru sumir sem eru ótrúlega færir svona Amerikanar svona Glenn Campbell finnst þér það er eitthvað ævintýrlegt við það hvað hann spilar auðveldlega á gítar já þetta var kannski bara orðið svona sirkus það sem hann gerir ég hef nú ekki lustað mikið á það en sko ég held að það er eitt punkt sem hann kemur þetta með sko og það er það sko með gítarleikara sko þú finnur þetta ef maður hlustar mikið þá finnur maður þetta þegar maður heyrir á þess að sjá mynd en svo sér maður þetta skýran í mynd sko og ég held að þetta sé alveg það sama og með aðra hljóðfæraleikara sko að þegar þú fer að finna það að þér finnst eins og þetta sé fyrirhafna lítið hjá þeim þú sér þetta hjá þeim sem eru virkilega góðir sko og svo annað ég get hótt á að því minnst gaman að horfa fólk gera vel eins og kokkur sem að gera gremmit og gera vel ég get hótt á þeim að tálka en ég lendi eins og Glenn Campbell sem er ekki að spila kannski sko skemmtilegustu músík í heimi þetta er svona country, Ameríku, pop og hann alltaf spilaði með Beach Boys og svona í Kanada og spilaði allan en ég horfa á hann spila og ég hugsa bara nokkur sem að ber hæfileika sína jafn auðveldlega það maður verið enga trú á því að hann hafi þurft að hafa fyrir þessu og hann lítur að fengi þetta gefins maðurinn af því þetta er svo ég veit það þú veist þetta þú stelpur sem er í músík þetta snýst mest það að vera bara duglegur að æfa sig ég veit það en þetta er orðið þannig á honum þetta bara rennur já Svo þetta líka þetta sko karakterarnir sko eftir því hvernig menn þroskast og ég held að það sem alla hljóðfæraleikara sko að þeir svona slappa af og þeir þurfa ekkert að sýnast og þá erum við komin að öðru sko að Guðmundurinn á mörguleiti svolítið spekingur sko að sko ég man eftir þessu sko að þetta er sko George Harrison var einhvern tíma spurður að þessu
að þá var ég einhverju svona faralegu viðtali og menn sem í viðtalinu þeirra stundum spurja heimskulegra spurningar. Það er svo verið hér. Já. En og Harrison spurður að þessu bara svona alveg einhvern veginn úr suðri, sko. Býtu, akkur spilar ekki meira á gítar? Akkur spilaður ekki meira á gítar, sko? Að ég með þú nú góðu gítar, akkur spilaður ekki meira á gítar, sko? Og þá var Harrison svo hissa á þessari spurningu og svaraði eitthvað á þessa leið, sko, að þetta snýst ekki að spila mikið eða lítið eða eitthvað what matters is the song það að segja að þú ert að spila í bandi, þú ert að spila lag og það sem þú ert að spila þarf að falla að því, þú ert ekki að sýna þig sjónandi leikur. Akkurat sko, sósíalismi í þessu ekki endilega rífa sig frá bandinu í einhverjum stjórnlausum Herðu, en ég ætla ekki að sleppa músíkin alveg ég ætla að tala um allt annað, sko. Af hverju blues? Það sko ég náttúrulega svona depressívu karakter, sko, svolítið og ég get alveg sagt þér hvernig ég kynntist blues Ég í landsprófi á Laugum í Reykjadal og þetta veturinn þar sem að hvíta albúm Beatlana kemur út og ég fer í sveitina í jólafríinu til þess að fá fékk kaupið mitt og ég get sagt þér frá það ég var sem vinnumæður í sveit í 3 ára eftir ég stálpaðist og kynntist þar alveg einstakum manni bónda sem var góður við mig og ég sem sagt fer í bæinn og ég kaupi segulband og svona svo spólu segulband sko og við vorum ekki með grammofón fyrir norðan þannig að ég þurfti að taka upp sko plötur og ég tek upp bara hvíta albúmið á svona spólur svo með mér í herbyggi Kolbeinn Kristinsson sonur Kristins Albertssonar bakara í Álfheimunum sem að núna býr í Suður-Afríku og allt það og hann náttúrulega var með mér í herbyggi og hann kaupir spólur og hann náttúrulega var að taka músík og það sem gerist það að þá á hann bróður og pældi því þetta 1968 og hann á bróður sem að var að læra til að vera bakari sem átti alveg bunka af bluesplötum þannig að Kolli sko tekur upp bara það bara Muddy Waters bara, þú veist, bara heilmikið og svo byrjum við að hlusta á þetta spilandi bridge og eitthvað svona inn á herbyggi og við bara, ég var bara fastur í þessum blues bara rann í þannig þetta sko og þetta allt sami söngurinn eitthvað sit ég einn og sífraði yfir einhverju ekkert gengur mér í hag passaðu nú á þessu að tala svona sko, málið að blues sko þegar menn syngja blues þá eru menn ekki að syngja lag leið og það er orðið lag þá er það annarkvort orðin hallærislegu sko rútubílasöngur eða eitthvað svona leiðilegt, amerískt, tilgerðalegt Atlanta rock, eitthvað svolítið sko, þú veist, bara krapp sko, bluessöngur líkist því að menn að kveða einhverja stemmur og maður þarf að átta sig á því hvernig þetta var til þess að sko, skilja þetta svolítið, menn voru ef þú tekur þessa bluesmenn eins og B.B. King, John Lee Hooker Muddy Waters sem við þekkjum og svo getur þú farið í Robert Johnson og jari að menn voru að spila sem sagt fyrir dansi og þegar fólk var að skemmta sér og í sveitinni og þá var kannski einn maður með gítar og hann bara að spila sko ákveðin það sem við kallum riff sko og jafnvel bara einn hljómur sko og svo eru þeir bara að kveða vísur og yrkja jafnóðum sko fyrir mannskapin og þá eru þeir ofta bara að tala sjálfa sig og hverju þeir eru að lendi í og þeir kannski samsama sig með einhverjum öðrum í salnum og þeir að segja hans sögu í fyrstu persónu þegar þeir eru að syngja og þarna er fólk að syngja sína harma og annað og ég get þú veist að rætt við þið bara heilt kvöld blues kveðskap út af hvað hann gengur hvað þetta kemur úr þræla veldinu menn að segja bluesmenni séu pungrottur og allt þetta ég meina hvert var eina stolt hins svarta kallmanns hvað var það?
það var auðvitað að komast yfir konur og það var þetta var hans eina stolt, hann var niðurlæður á allan hátt. Svo komum við líka þessum með... Hefur mikið það að konan búin að yfirgefa það? Nei, þeir fá ekki frið, þeir þurfa að fara eitthvað að vinna, þetta voru mikið þannig, sko, þeir fara mikið að vinna og eitthvað annað, þeir eru að fara, sko, það náttúrulega var trend þarna, menn voru að fara norður eftir í stálið eða í bílana eða eitthvað og skildu kannski konundar og fjölskyldar eftir heima, sko, og svo koma þær kannski tilbaka og þá bara var komin einhver annar maður eða eitthvað, sko, og svo þegar menn voru komin í borgina þá var þetta mjög óstöðug þessi sambönd og allt það og þetta liggur svolítið bara í kúun svarta fólksins. En þetta maður verður að syngja eigin sögu, það náttúrulega í rappinu og það líka í countryinu. Já, einmitt. Það allt bara, þú mátti ekki vera að búa til eitthvað svona almenna she loves you, yeah. Nei, þá ertu komin í annað, sko. Það eins og til þess bara þegar það svona universal. Þegar rockið kemur til. Ef þú tekur Chuck Berry til dæmis og þá fer hann að syngja sko, skóla og bílana og eitthvað svona og segja svona eitthvað sögur. En það kannski ekki svakalega langt ára blúsnu vegna þess að þú sér að það eru 2 trendar sem að koma fram á sko fyrsta öðrum áratug 20. aldarina þá eru svona 2 trendar það að taka á sig mynd, þetta að verða svona, hvað ég að segja, lög sem passa inn í upptöku fyrir 3 mínútur. Og þá færðu svona 2 trenda. Það annars vegar þessi svokallaða songster tradisjón. Það sem að menn hinn típiski songster söngur sko það sem verður að segja söguna af einhverjum sem allir þekkja sem að sko gat flúið plantegruna eða komst undan þrælahaldaranum eitthvað og segja söguna honum og hann að flýja og gera þetta og hitt og svona þegar hún næstuði búin að ná honum og svo faldi hann sig í hlöðu og jari. Það svona verið að segja svona sögur og svo hins vegar þetta persónulega sem er sko hinn eiginlegi blues. Og vinur minn sagði í runni sko þegar við fyrir að tala blues hvað það sko þá það tvennt sko það hann segir að það bluesin þetta hróp móðurinnar sem í þræla kistunni nýkomin og það búið að taka börnin frá henni. Þetta kvalargrátur hennar sem að bölva þeim degi sem ég fættist. Já, það ekki húkar sem á með það. Og það bergmálar svo yfir í mannin út á akrinum sem að eltir múldýrið með plógin og svona það sem þeir kölluðu field hollering. Að það voru menn þar úti og þannig að sko þetta bara kortir í gospel. Akkurat, enda sagði Muddy Waters það og B.B. King tók undir það og svo framvegis. Ég meina, hvað lærðu þeir að syngja, hvað var það? Það var in church og þannig að það var sem í kirkjunni sem þeir ungir svona lærðu að beita röddinni og svona. Ray Charles, hann geti sagt að það eina sem hann gerði, hann bara setti veraldlega texta við gospel, sko. Og hann nú svona nálægt blúsnum, hann ekki alveg þar sko. Já, hann hefur búið til mjög flotta blúsa sko. Ótrúlega góður tónlistarmaður. Alveg ótrúlegur, alveg reynd ótrúlegur sko. En svo var hann, má ég segja, og það það sem maður hefur orðið fyrir vonbrigðum fyrir sko. Það þegar maður fyrir að lesa suma af þessum mönnum, ævisögur þeirra sem að manni finnst að hafa verið merkilegir og maður vil sko það eitthvað býr þarna eitthvað í þessari persónu og þá verður maður fyrir svolítið vonbrigðum eins og með Ray Charles að þú veist hann var skítalabi, það var allir sammála það þrátt fyrir allt þetta. Muddy Waters já, þú veist já, hann næstu því skítalabi sko, þú veist, en opbóðslega góður við mjög marga og allt það og góður við alla í sjálfu sér en hann var svona mjög óheiðarlegur í kvennamálum fyrir minn smekk. Aftur á móti sko, þú tekur karakter eins og John Lee Hooker að þá
og lest ævisögu hans sko, þá verður mjög hrifinn af bara hans heilsteypta karakter og B.B. King líka sko. Þegar þú nefndir B.B. King, Hooker og Muddy Waters, þá hef ég valið hann Hooker, það sem ég hlusta svona, ef ég að fikta eitthvað og leita eitthvað, ég stoppa við hann sko. Já, ég trúi því, það er sko, hann er alveg ótrúlega sérstakur sko. Já, og þá ertu mjög nálægt þessu áttaði á því sko, það er verið að kveða stemmur, það er ekki verið að syngja lög. Þetta sem ég var að reyna vitni, ég man ekki alveg hvernig það var, hann að ég bölvaði þeim degi þegar ég fættist, sem er bara, þetta ekki 10-12 mínútur eða eitthvað. Jú, og svo er þetta bara oft kort og þetta er ekkit alltaf í 12 töktum eða 8 töktum, sko, þetta er stundum bara í 14 töktum og 13 og það er svona gekk. Og hann var líka alltaf að spila eitt, sko, og mikið, sko. Hann var svipaði svona eins og Lightning Hopkins sem er í Texas, þeir voru svona mikið einir, sko. Svona, og svo er önnur típa líka, Chester Burnett, sem Howlin' Wolf, sem að það er merkileg saga og merkileg típa, þeir reyndu að taka, hann var með svo mikið áfallastreitu sko, eftir mikið ofbeldi frá stjúpfeðrum sínum, sérstaklega einum og þegar að sko, hann kallaður fyrir í herinn, sko, þú veist, það bara kallaður á að fara í herinn, sko, þegar stríðið er að koma og þeir kalla hann í herinn og hann sko fær bara flashback og verður bara fárveikur sko að því að sko þeir eru í þjálfinu og það voru öskra svo mikið á það sko og hann bara þessi stóri svakalegi maður sko þetta var alveg rumur sko að sko hann var bara veikur sko þannig að þeir gátt ekki sett hann í herinn sko þannig að þetta var alveg svakalegt en hann var svakalega svona góður við sína eins og til dæmis Hubert Sumblin gítarleikarinn hans lengi, hann kemur til hans og er bara unglingur og hann tekur þennan ungling sem er bara eitt sko, bara tekur hann bara að sér og passar upp á hann og hann var náttúrulega ekki nógu góður að spila á gítar sko þannig að Howlin' Wolf bara keypti fyrir hann gítartíma og sendi hann bara í það að læra á því og svo var hann alltaf með honum þarna sko og þannig að þetta voru svona, það er gaman að skoða menn og byrjunin á ævisögu B.B. King, ég ráðleggir að lesa hana vegna þess að ég veit þú fellur fyrir því sko, því við erum báðir mömmustrákar sko, að sagan byrjar á því að hann er að tala mömmu sína og þá sérðu sko, þetta er sonur einstæðra móður sem að þrælar til þess að passa alveg upp á hann og svo framvegis og hann er að lýsa þessu hvað sem hún er þreytt sko, hún er nýbúin að fara í bað og þvo sér, hún er þreytt eftir daginn og eitthvað og hún finnst hún svo falleg og hann er að greiða henni og hann lýsir hvað er svona góð lykt af henni og þetta er svo falleg sena að þú veist að maður bara þetta er góður maður þetta er góður maður alveg finnum maður en leið sko, þannig að ég mæli með ævisögu B.B. King. En er þetta ekki bara eftir í hvernig að skrifa, hvort að hann sé góður maður í þessari ævisögu og svo skrifar ykkur annar annan? Nei, þetta er sjálfsæfisaga sem einhver hjálpar honum að skrifa sko. Skilur B.B. King sagan sko. En að þú ert að nefna þetta, þá er náttúrulega búið að vera kannski undanfarin 50 ár, verið að skrifa sögur ímissa hetja kemur alltaf í ljós að þetta eru djöfusi skítalapar. Margir, já. Ég meina, ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér, ég held að vera eða hitt sko að nútíminn er svolítið þannig að það er svona slagsíð á svona sögum af því að svona svipaði eins og bara klikkbeiturnar á netinu, það er reynd að vera að draga fram þessa hluti, skugga hliðar á fólki og grafa upp svona safaríkar sögur fólk og þá er það yfirleitt já, þá er stundum dregin upp myndamönnum að þessu vísindismenn sko. Þú sér þetta bara á YouTube músíkanta sko, já, 5 bands that Mick Jagger hates og hvaða músíkanta þoldi David Bowie ekki og þú veist, þessi móral sko, sem er mjög hallarislegur. Sem er svolítið ríkjandi. Já. Ég er ekki duglegur í að lesa svona ævisögur. Nei. Ég er ekki mann sem er eins og þú, sem er bara lesið sko ævisögur tónlistarmanna út í eitt sko. Og kannið alls saman. Já, ég er ekki þar sko. Ég las einu sinni, kannski ég lesa mér að þetta ekki, en ég man að ég las ævisögu Bob Dylan. Já. Og hún, af því að Bob Dylan náttúrulega er mjög prívat maður. Já. Og fáir sem að þekkja hann náttúrulega.
og hann eiginlega allir sem að reyna að grípa hann stekkur undan. Já. Og hann vil náttúrulega ekki taka þátt í að skrifa söguna sína, hann sjálfur að ég held að sé að koma með annað bindi núna eftir 25 ár eftir fyrsta bindið og þá þetta náttúrulega byggt upp á frásögn þeirra sem að hann hefur eiginlega yfirgefið. Já. Og þetta var eiginlega mjög merkilegt að lesa þessa sögu. Þessa myndin sem kemur af honum einmitt að hann bara kom hingað, satt undir borðinu og spilaði á gítar í 3 vikur og át bökuðu bönundar okkar og svo bara fór hann. Þannig að þetta var eiginlega saga mann sem var á svo hraðri ferð eitthvað og skildi svo marga eftir og öll bóki sem var bara 700 blaðsíður var full af svona sút þeirra sem að hafa kynst einhverjum og sem að eitthvað svona bátulega hefur verið þannig að vilja allir fá svona bita á honum einhvern veginn en það fekk ekki bita. Nei. En ég hef ekkert lesið mikið af þessum músikanta en sko ég hef eins og að lesið svolítið blues og þar með ævisögu bluesmanna og ástæðan fyrir því svo að ég var með sko blues þátt í beinni útsendingu í helviti ansi mörg ár sko. Þannig að maður þurfti að svona vera sæmilega vel inn í málunum sko og ég held að mér hafi svona tekist það að vera nokkuð vel inn í málunum og svona maður áttar sig ekki á því alveg hvað maður veit mikið þegar maður fyrir að tala við menn og kemur svona rifjast það upp sko af því að maður svona ég lifði og hræðist svolítið í þessu búið eins og ég sé rífa ofan á sári og stefnir að flæða út ég talaði hérna við þig fyrir mörgum mánuðum þá vorum við að tala um vinstrið og ég held að tilefnið hafi verið að ég hafi talað við hérna Ragnar Skjálta fylkinguna það var í þeirri seríu vistu nokkuð vera að tala akkur er bara að tala um mig og litla KFUM-drengin og allt það ég ætlaði að byrja þarna af því að þú sagði söguna af unga manninum sem trúði á byltinguna og fór að vinna bara á eyrinni til þess að geta þjónað byltingunni en svo verður hann alltaf fyrir einhverjum vonbrigðum og þetta er ekki að ganga og þá sálar og ferði ferði ekki fyrst að vinna sem bara ráðgjafi og svo ferði í sálfræði. Þetta gerist ekki þannig sko, ég get sagt þér söguna því þetta er ekki svona sagan þegar þú getur ekki gert byltinguna þá ferði að rækta sjálf á þig. Þetta er ekki sagan. Nei, þetta er ekki sagan. Nei, og þetta er heldur ekki það sko að ég hafi gerst verkamaður og hafi verið svo óundirbúin undir að ég hafi demoraliserast á því að verkalýðurinn var ekki nógu róttækur á mínu skapi. Það var ekkert svo það kom fram í fyrirsendingu. Nei, þetta var allt öðruvísi. Nei, það sem gerist er það að ég náttúrulega fer í þetta marga tilvílanir að raða saman að ég fer heim og námi frá Lundi og það er svona vegna þess að ég hef alltaf verið með svona afkomu kvíða og fengið alveg kvíðan hnút sko ef að ég sé fram á að ég get ekki framflett mér eða eitthvað og er með litla fjölskyldu náttúrulega þarna, við vorum 3 saman og fyrir svona ákveðið mistök og handvum og skipulagsleysi að og þetta var svo flókið með yfirfærslur og lánin og þetta sko ég er svona, ég fæ ekki yfirfærslu, ég fæ ekki lán í haust sko, þannig að ég eitthvað grípur sig eitthvað svona paranói mér en svo var fjórðalþjóðsambandi búið að ákveða það að svona turn to industry eins og það var kallað sem var vond stefna í raun og veru en ég svona trúði á hana sem þá snúa sig frá svona stúdentabill Já, sko við getum ekki verið að það er ekki okkar við verðum bara að vera það sem verkalýðurinn er og fara þangað og þú veist, ef það er möguleika á því að fá einhverja liðsmenn þá er það þarna sem við að sækja það. Og þetta tók á sig ákveðna mynd hér og oldi miklum deilum og allt það og sem að lítið þannig að fylkingi hrundi og svona, við vorum bara eftir svona lítil klíka. En það sem gerist er það sko að 1987 þegar ég er þá 34 ára gamall að þá missi ég konuna mína sko. Og við höfum bæði verið saman í pólitík og þetta var svona nánast maður stunda þetta svona eins og atvinnumaður í rauninni. Þannig ég stóð frammi fyrir því sko að sem sagt að við erum þá saman feðgarnir 3 sko, ég og Gulli minn sem var 4 ára þá og Gummi 14 og það sem gerist er bara það, þetta er ansi mikið högg sko
og ég náttúrulega má ekki draði að stunda pólitík eins og ég var vanur, þannig að ég svona einhvern veginn dreg mig í hlið, það verður minna aktivitet hjá mér og þá voru bara ýmsir sem voru þá eftir í samtökunum og voru þeim sem höfðu nú bara enga samúð með þessu sko. Þannig að ég svona þegar ég eitthvað svona huglega að það svona koma tilbaka eða eitthvað og það ekkit liðin mjög langur tími að þá ég bara orðin eins og einhver alien sko, ég ekkit velkomin eða eitthvað sko og það komið eitthvað annað í gang. Það búið að fylla tómið sem þú skildir eftir. Já, ef það var þá eitthvað tóm sko. Þannig að ég síðan tek ákvörðun það að sko að ég get ekkert verið í pólitík sko, í þessu og staðan bara þannig, við vorum reyndar áður en að Svavar deyr sko, þá erum við búin að undirbúa það frá svona 86, þá ákveðum það, heyrðu, við erum bara að fara út aftur og klára þetta sem við vorum að gera, við erum ekkert að standa í þessu, þetta bara orðin klíka og eitthvað og þetta ekki góðu leiðangur, þannig að við erum bara að fara út aftur og klára þetta og við vorum að svona undirbúa það. Sem stór ákvörðun vegna þess að þið voru eiginlega búin að vera í pólitík í 15 ár pluss. Já. Og sem sagt við vorum að undirbúa þetta, búin að taka ákvörðun með þetta ætlum við að gera, en við þurftum að ljúka ákveðnum verkefnum eins og bara, þú veist, maður þurfti að losa sig út úr hlutum, ég þurfti að hafa samband í skólan og komast aftur inn og jari, hún líka og svo framvegis. Og svo bara ríður bara högg yfir familjuna sko, að sem sagt í febrúar 1987 að þá deyr Tómas Hauksson, sem sagt Haukur Tómasson var bróðir Margrétar Tómasdóttur, tengdamóður minnar og þetta mjög, þau systkini öll Tómas börn, mjög samstiltur hópur og mjög samrýmd familja og mikil tengsl á milli þeirra. Þannig að þegar að Tommi litli deyr, þarna bara alveg fyrirvaralaust, hann var bara blóðtap og deyr, hann ekki nema bara úlingur, að sko þá þetta bara eins og eitt barnið þeirra hefði dáið sko. Og þetta fyrsta höggið sem að gerist í febrúar sko. Svo fær tengdapabbi sem að fættur 1927 þannig að þú sér það, hann ekki nema 60 þegar þetta gerist að sko hann fær svona massíft hjartaáfall í maí og bara vaknar ekkert upp úr því sko og bara deyr og þetta náttúrulega breyti öllu fyrir okkur sko. Og ég hafði áður sko haustið farið að vinna hjá S.A.A. 86 svona reyna að koma mér úr kuldanum úti og svona og fór að vinna þar, byrjaði á því bara ég átti erfitt með að fá vinnu að því ég var svona frægur eða eitthvað sko fekk ekki störf eða eitthvað og reynda að koma mér að fara að vinna í banka sko, reyna að koma mér inn það og það tókst ekki og allt það sko. Þannig ég bauð í það að gera lóðina á Vogi sko svona ríkbindana eða svona að þú veist laga bílastæði, steypa og leggja hellur í kringum húsið, þannig að verða lappi kringum það og jari og svona planta einhverjum trjám og þöggur og svona. Já, og bara ég var tekin í vinnu við það og svo ég að vinna þarna sko sumarið 86 í þessu og þetta svona partur af því við erum eiginlega á leiðinni út aftur og svo ég að borða hana og Vogi sko og þá kemur það í ljós sko þegar ég að klára þetta sko að þá vantar nætuvörð og ég fer að vinna sem nætuvörð og svo ég svo lægi við sjúklingana og hjúkuna og hrifnar að mér og eitthvað svona sko og svo voru menn að fara á Staðarfell og hrósuðu nætuvörðin svona mikið að Guðmundur Vestmann fékk þetta alveg á heilan að ég yrði að verða ráðgjafi sko. Þannig að ég dubbaður upp í það sko og bróði minn var ekki hrifinn af því en hann var ofurliði borinn af einhverju fólki þarna. Því að hann gerir sig grein fyrir því að við báðir værum það sko svona plássfrekir karakterar að við myndum ekki geta svo það ekkert endilega farsalt að við innum saman. Jafnvel þó að það var svona mestu mjög farsalt samstarf en þannig ég var að vinna þarna og þegar að Svavar deyr sko þá bara festist í þessu, ég ætla aldrei að vera í þessu og þá tek ég bara þessa ákvörðun, heyrðu næstu 10 árin þá ég bara að halda okkur saman
passa upp á þetta, vinna fyrir okkur og koma þeim svolítið á legg, sko. Þannig að ég ekkert að fara að breyta einhverju fyrir en að gulli minn verður fermdur eða eitthvað, þá getur svona huglita hvað ég ætla að fara að gera eitthvað annað. Þannig detti ég út úr pólitík, sko. Það ekkert utan einu vonbrigðum eða eitthvað þannig, heldur bara það gerist einhvern veginn þannig að það svona verða svona straumhverfi í lífi mínu, sko. Þannig að ég bara hugsaði, ok, nú er hún áfengisráðgjöf, þá bara leggur alla þinn metnaði þetta. Hvað var það gömul þessu? Hún fædd 55, þannig að hún ekki nema 32. Og var hún krabbamein sem Nei. Þetta var með öllu fyrirvaralaust. Engin ekki nokkuð skapaður hlutur. Það sem að og mér þótti mjög vænt það, sko, öll svona náttúrulega dauðsföll í heimahúsum sem verða svona, það náttúrulega fer bara réttarkrufning fram, sko, verður að gerast. Og ég veit ekki hverjum ég á að þakka það, sko, en sem sagt, sá sem að, og ég gat aldrei hitt þann mann, þó ég vissi hver hann væri, sko, áður en hann dó til þess að þakka honum fyrir þetta því þetta breytti mjög miklu að hann kallar mig á fund til sín til að útskýra fyrir mér hvað hefði líklega gerst og það var bara einfaldlega þannig að bara springur æð í heilanum á henni, sko, og hann segir að það engin, sko, þetta algjör svona tilviljun, þetta algjörlega svona spontant, þarna bara eitthvað veikleiki, þetta hefði geta gerst bara á fósturstigi, þetta hefði geta gerst hérna þegar hún var 1 árs, 2 ára, 3 ára, 5 ára, 20 ára, þú veist, 50, 60, 70 aldrei, þú veist, þetta þess eðlis. Og sko þetta hafði mikil áhrif á mig að fá þessa einhvern veginn skýringu. Þetta var svona bara náttúruleg tilviljun. Óheppni. Já. Og ég var alveg upp þannig, sko, að lífið ekkit endilega sanngjarnt, sko. Vertu ekki með svoleiðisvæntingar, sko. Þú veist, það bara misskilningur. Lífið bara eins og það sko. Og hérna þannig að sko ég einhvern veginn gat svona tekið þessu, þetta hjálpaði mér svolítið, ég gat tekið þessu sem, þannig að ég lendi ekki í þessu að verða sko hvorki að vorkenna sjálfum mér, sko, né heldur þetta að vera reiður út í einhvern eða svona einhvern veginn svona ósáttur einhvern veginn út í tómið eða eitthvað svona, ég bara slapp við þetta, sko. En vorkendur ekki sonuðinum? Jú. Það ömurlegt að vera 4 ára og missa móður sinna. Já, það hérna var... Og 14 ára ekki góður aldur. Nei. Það náttúrulega aldrei góður aldur að missa móður sinna. Nei. Og þetta var náttúrulega, ég var algjörlega terroriseraður, sko, bara að vera duglegur að vinna og passa engan skortin eitt og allt svona. Og hérna... og reyndi til dæmis eins og það, ég hef gaman að því og mjög gaman að því, ég hef alltaf gaman að því að svona horfa á gumma minn vera að spila og svona, að hérna til dæmis eins og það, margir er ekki sá það, hann spilar á eitt gítarinn sem að spila mikið á er svona gulur Fender Stratocaster með svona maple hálsi, greinilega svona einhver endurgerð 1956 eitthvað, sko, og þetta einmitt gítar sem ég fann í Paul Berborg 2 stykki og var einhver svona sérstök útgáfa sem var algjör kópía af einhverju útgáfu og tengdapabbi hafði alveg frá því að Svavar var 12 ára, sko, sem að vann hjá honum á verkfræðistofinu og hann var svo mikill sósíalisti að sko hún var í Verslunarmannafélaginu, þannig hann var búinn að borga í lífeyrissjóð fyrir hana, frá því hún var 12 ára og hún alltaf í VR sem að þýddi það, sko, að við fengum svakalegan jarðafarastyrk frá VR sem ég þurfti ekkert á að halda og fyrir það var þessi gítar keyptur skilur 1987 og hann spilar hann ennþá skilur og hérna þannig að og þetta gekk svolítið út á þetta að halda þessu saman og þetta var meðal ástæðan fyrir því sem að ég fyrir að leika við hann og spila með hann blues, ég náttúrulega, hann ungur, sko, og ég að elta hann svona það sem hann að spila og hann verður 15 ára og 16 ára og 17 ára og ég svona fylgjast með og einhvern veginn og það sem að sko ég til dæmis mjög þakklátur fyrir, sko, það það
að hvað þessi menn sem að Gummi var að spila við og kynntist og svona þegar hann er unglingur, hann er með alla áhættu þætti sko, hann er með alla sem hugsast getur, hann er unglingur, hann er búin að missa mömmu sína, hann er að fá fullt af peningum, hann er úti á nóttunni, skilur mig, og svo eru kannski bara einhver gen þarna fyrir eitthvað sem að ég held hins vegar að séu ekki þar en ég gat alveg eins búist til því sko og Með akkur sér það, mennar þú trúrið ekki að þetta sé genist? Nei, ég er bara að segja sko, ég er bara að segja, ég er að tala sko vondu genin sem að geta verið áhættu þáttur. Ég meina það er mikill alkoholismi mín í móðurætt sko, gæti alveg stungið sér niður í strákana mína eða eitthvað slíkt sko, en ég held að hann sé ekkert þar sko. En sko, ég vissi það náttúrulega ekkert, reynslan leiðir það kannski ljós, hvernig það er. Og þannig að ég hafði full ástæðu að vera mjög hræddur við hann og ég er ævarandi þakklátur fyrir það hvað sko músíkantar sem að tóku við honum og voru að vinna með honum, hvað þeir bara voru góður við hann og svona pössuðu upp á hann og allt þetta og til mig sérstaklega svona Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson bassaleikari og Ásgeir Óskarsson var alveg einstaklega þakklátur þeim mönnum sko. Þannig ég svona þegar á meðan að ég vissi að hann var svona með þeim skilur, þá var ég alveg rólegur sko. Og ekki á glapstjúum? Nei, akkurat, ekki á glapstjúum. Þannig ég var alveg rólegur með það sko. En svo bara var ég að vinna í þessari áfengisráðgjöf og Má ég aðeins byrja það því að hérna móðurinn sem deyr og þú náttúrulega manst hana vel og Gummi en Gulli er 4 ára þannig hann er varla með minningu af móðurinni sem hann misti En þið tveir með mjög sterka minningu. Já, við erum með mjög sterka minningu, en sko samt er það þannig að hann, þegar hún deyr, þá eru þau ein. Sko ég held ég, fer eins og oft sko, alltaf að lesa fyrir morgundaginn og undirbúa með svona, þannig ég fer líklega eftir kvöldmatinn upp í Árbæ til Þóra bróður sko og þarf eitthvað að tala við hann og er þar í burtu í eitthvað svona 2 tíma eitthvað og kem svo heim og þegar ég kem heim sko og er að keyra upp Ásveginn og þá sé ég bara blikkandi blá ljós og allt þetta sko og ég bara hvað gerist núna, er mamma dáin eða Gullugu frendi eða eitthvað sko, mér datt ekki í hug að það veri Svava sko og þá er bara verið að fara með hana út í bíl sko. Svo er það að þetta málið er að senan er þessi að Gummi er líklega út í skúra spila í bláu bílskúrsbandinu og þeir eru eitthvað að æfa þar. Mamma og Gullu frendi uppi og eitthvað svona og Svava og Gulli er bara ein niðri í stofu og hún deyr í stofunni og Gulli er hjá henni þegar þetta gerist, skilur við. Og ég held að þetta sé alveg ljós lifandi fyrir honum en þann dag í dag sko því ég man eftir að kom mjög vandræðaleg staða sko ég var að vinna á Staðafelli sko eitt sumar kannski var það sumarið eftir ég er ekki alveg klár á því sko þá er Gulli litli með mér sko ég hafði hann með mér og var með hann í pössun hann á Sveitabæ hjá sem aldrei skildi verið hafa en hvað með það og þá er það einhvern tímann sko að Gulli ég er á kvöldvakt eitthvað og Gulli er hjá sko Guðmundi og Nínu eitthvað þannig og Nína er einhvern veginn alveg í sjokki eitthvað sko þegar ég kem upp sko þegar ég er búin að taka hann fara með hann niður og svæfa hann og hann var örþreyttur og steinsofnaði bara og ég kem upp og fór kaffi hjá þeim eða eitthvað þá fyrir Nína að segja mig frá því alveg bara föl og fá sko að það kom svo vandræðileg sena það sem að Gulli var að segja þeim frá þessu þegar mamma hann stó og lék þetta allt saman með leikarannum tilburðum sko og þetta hreyði náttúrulega ekkert við mér og ég þú veist hvað með það sko og Þau vissu bara ekki hvernig áttu að bregðast Nei, akkurat, þau vissu það ekki. En ofta neitt. Við förum í eitthvað svona fár. Já, við höldum einmitt að við að segja eitthvað og gera eitthvað og það er nú eitt af því sem að ég lærði í þessu ferli öllu saman sem ég hef nú verið að reyna að kenna nemendum mínum í sálfræði og svo framvegis þegar við erum að tala um terapíu að fólk má ekki sko vanmeta hina mannlegu nánd
þegar að sko, þú ert með sjúklingkjáður eða einhvern í vandræðum og það einhver stórkostleg krísa eða eitthvað komið fyrir eitthvað þess að sko, þá verðum við átt vandræðilega og okkur finnst endilega að við þurfum að segja eitthvað, við þurfum að sko, ég veit ekki hvað þetta er komið, slökkva á þessu lína þrautir, þú veist, maður rakka tilbaka því við finnum ekki réttu orðin, höldum að við erum einhvern veginn að slá í gegn. Já, en málið það, sko, við höldum að við eigum að gera eitthvað, við eigum að vera eitthvað próaktív, en skilurðu, nei, akkurat ekki, sko. Hér nægir bara hinn mannlega nánd, þannig að sá sem í þrautinni, í þrengingunum, hann þarf ekki annað en að finna bara þessa nánd, sko. Og þetta er nú eitt af því sem maður læriði af þessu svona viðbröð fólks við mér sko, voru skrítin, þetta var mjög einhvern veginn oft vandræðalegt á vinnustað og svoleiðis. En það er náttúrulega margt sem fylgdi í þessu ferli, ég misti alla þess að fáu vini sem ég átti. Það hafði svona gleðina út af pólitískum ágreiningi, allir vini mínir voru einhvers staðar annars staðar, fóru aðra leið, voru ekki alveg samstíga mér. Og munaði mest Má Guðmundsson máminn sko og fleiri og þegar þetta gerist þá einhvern veginn sko missi ég bara öll þessi tengsl við allan minn gamla kreðs sko. Það er ekki bara út af pólitískum ágreiningi? Nei. Heldur að fólk krökkvi svona tilbaka út af svona harmurinn sem að þú berð að fólk bara meikið ekki eitthvað þeim? Já, ég held að hluta til þetta það sko að fólk náttúrulega vissi ekki kannski hvernig þetta vera, hvernig þetta nálgast mig og svona sko en ég skrifaði þetta svolítið á mig sko því að ég svona, ég áttaði mig ekkert á því fyrir en að ég var sálfræðingur og fór að hitta fólk sem var þunglynt og var með eineltissögu og svona, þá fór ég að gera mig grein fyrir því sko að ég er bara eitt af þessum eineltiskeisum sko. Og bara svolítið svæsið svoleiðis keis þegar ég fer að skoða það og sem að gera það verkum að ég sko upplifði það eiginlega voða mikið sko alla eiginlega mína barnæsku og svona úlingsára að ég einhvern veginn væri ekkert velkomin að út í þjóðfélaginu, ólíkt því sem var inn í familíunum sem var allt annað og einhvern veginn að sko ég ætti undir högg að sækja, fólk vildi ekki með mig hafa og annað í þeim dúr sko, ég gat átt vona á alls konar hlutum og svona og sérstaklega frá fullorðu fólki því að alla mína barnaskóla tíð nema fyrsta árið sko, þá ég bara leggja kennarar mig bara systematist í einelti, það var eitthvað sem að ég fór eitthvað svona svakalegi töðanræðum sko og þetta var bara mjög anskoti erfiðu tími nema svona fyrsta árið og svo þegar ég í 12 ára bekk þá fekk ég kennar, sko ég var með Matthías Haraldsson pappa Völu Matt sem kennara fyrsta árið og ég veit það og hef heyrt það seinna sko að það er maður sem fylgdist með mér sko bara á meðan að lifa sko og vissi alltaf hvað ég var að gera sko en alveg dásamlegu maður svo bara er verið að breyta langskólanum og kemur ykkur annað og þá fer allt í vitleysu sko og og svo lagaðist það ekki fyrir að ég fæ síðan annan kennara. Er þetta ekki bara heppin að hafa 2 kennara sem voru góðir? Jú. Ég geti bara lefnt einn. Jú, kannski. En svo er bara eins og að sikkur megin á milli að þá var þetta helviti erfitt sem að meðal annars gera það verkum sko að ég bara þegar ég var búið með þessa skildu þarna í langskólanum sko þá veldi ég bara að komast úr bænum og komast bara eins langt í burtu frá Reykjavík bara á heimaskóla í landspróf og eitthvað svona sko og fór austur á Lauga í Reykjadal og tók landspróf þar og þannig sko eiginlega rofna öll tengst mín við alla mína æskuvini, ég á enga æskuvini þannig sko þú veist ég fara að eignast vini þegar ég kem í menntaskóla og en svo, þú veist, gliðnar þetta allt og... MT eða ekki, fórstu ekki MT eða? Jú. En þú segir einelti, en þú lýsir þessu samt svona sem svona bara almennu. Kannski jú dæmi með kennara eða eitthvað. Þannig þetta er svona almenn höfnun, alveg bjór okkur skjóli. Mamma þín elskar þig og lefur að finna fyrir því og allt eitt fólk. Svo kemur út í hennar harninsjulega heim og þú upplifir bara að þetta er ekki þinn heimur, þú ert ekki velkominn. En einelti sem að heilt fólk lýsa þessu, þá er það bara að vera að lýsa atburðum og einelti og óttanu við að ganga þessa götu að þú getur hitt hennan og
Já, sko, staðan var þannig að þegar ég er 8 ára gamall, sko, fæðina kennara í staðin fyrir Mattías, það sem sagt að hann að kenna og svo kemur hann ung kona og sem að þolir mig ekki, sko. Að það sem gerist á þann vetur er þannig að þetta endar eiginlega með því að mamma getur ekki pínt mig til að fara í skólan, sko. Því ég bara græt og það bara þarf að pína mig til að fara í skólan. Skólaforðun Já, og hún segir bara við pappa í daginn, þú eru bara að labba inn í skóla, sko, og afgreiða þetta, sko. Ég treysti mér ekki til að gera það og ég fara á foreldrafund og kennarinn bara stynur, já, þetta er bara svo leiðilegt barn og þá bara stóð mamma upp og labba út, sko, skilur, og þá gerði það útslag og sagði, þetta gengur ekki, þú voru bara að fara inn í skóla, pappi fyrir inn í skóla og endurinn á að segja það að ég er fluttur, ég sem sagt er settur í annan bekk, sko, og er þá komin í C-bekk. Ég lendi í B-bekk af því að ég var svo góður að lesa, að því að mamma kendi mér að lesa og ég kunna að lesa. Og svo kemur maður í skólan, sko, áður en að vera ræði bekki og maður svona eitthvað viðtal og eitthvað og svo maður látið lesa og mamma hafði náttúrulega ekki sagt mér að Pétur, þú ert að lesa í belg og biðu. Þannig að það er talin atkvæði og tímaeiningu og þá ferði rétt að bekkin. Ég náttúrulega las bara og tók tillit til kommur og punktar og með svona bara leikrænum tilburðum og eitthvað eins og mamma hafði kent mér að lesa, það að skilja það svona að segja. Ég náttúrulega lendi í B-bekk út af þessu, að ég las ekki nógu mörg atkvæði og eitthvað. Síðan gerist það að ég er semst færður í bekk og lendi í C-bekk og ég er þá óheppinn því að þar svo sem ágættu kennari en hún fór í úlingaskólan sem var stofnaður, sko, þarna. Og þá kemur annar kennari sem var alveg eins og þessi sem ég var með í 8 ára bekk, sko. Þú veist, engin friður og ég alltaf að sitja eftir og skrifa einhverja setningar á töfluna og í guðmenngóður. Þú veist, hvað þetta er annað? Ég komst ekki heim úr skólanum fyrir að ég var alltaf klukkutíma og seinna og eftir hinnum heim, sko, meira og minna, sko. Og Og þú veist, látið sitja eftir? Já, og látið svona skrifa eitthvað á töflunni, eitthvað svona. Eitthvað svona, og rosalegt bullshit, sko. Og og sko en sko þarna verður mér það til haps að sko já, það er svona lán í óláni eða ólán í láni eða hvað maður á að segja að þarna þetta ár þá er ákveðið að byrja tungumálanám sem sagt þá að fara í tilraunakennslu að fara að kenna fólki ensku og það var þá A-bekkurinn sem átt að læra ensku og það var að gera tilraun með þetta, hvort þetta er sennilega 9 ára bekkur eða 10 ára bekkur og þetta gekk svo fram að pappa að hann bara, já, bara 1 bekk, býtu, akkur ekki allur árgangurinn, hvaða rugl er þetta? Þannig hann bara sendir mig, sko, og þannig hann skilur að vinna og Þórður bróðir er að læra tæknifræði í Danmörku og það er engin lánasjóður, þannig að hann er náttúrulega að vinna fyrir familíunni og svo verið að hjálpa svolítið að hjálpa bróðum minnum í útlöndum að læra, að hann ákveður það bara, nei, að drengurinn minn fer það bara í fínan ensku skóla. Þannig ég er settur í málaskóla Mímis og frá bara þetta 9-10 ára aldri að þá bara er ég að læra ensku hjá bara mönnum sem tala flotta Oxford ensku og bara alvöru, sko. Það var engin íslenska, þú veist, það voru bara englendingar sem að kendu þér ensku og þú veist og ég man eftir yfir komið landspróf þá voru þeir alveg í vandræðum, það var svona munnlegt próf, maður las eitthvað og þá var maður svo góður í ensku og las svo góður í ensku, maður sprengdi svona einhverjarskalan, sko, það var náttúrulega bara býtu eigum að fara að gefa honum hærri einhvern þessum drengur Reykjavík en læknissinninum, það gengur nú alla, sko, þannig að þetta voru svolítið vandræði, sko, en ég bý að þessu náttúrulega enn í dag, sko, þannig að ég var svona fljótur að bjarga mér á erlendu tungumáli og svona, þú veist og pabbi til dæmis fjárfest í að því ég var alltaf að spyrja spurninga og var voðalegur nörd og svona þannig að hann kaupir sko Britanníku, sko, þegar ég er sennilega 12 ára, sko
og ég var bara að lesa hana sko. Bara byrjaði á æ og já, nei, ég segi það ekki ekki svoleiðis ég held ég hafi reynt að þetta byggja á bókasafni já var í verkið já, vandamáli var hvað helviti síður það voru þunnar sko. það voru svo biblíur já, passa upp á þetta sko. En já, en sko, þessin það sko, ég svona missi þessa vini mín og svona, ég skrifa það í framhaldi af þessum, þegar ég verð fyrir þessari sorg og áfalli sko, og allt mitt líf eiginlega hrynur á vissan hátt, að sko ég... Þú dregur bara upp járnhliðin. Já, og ég hef aldrei verið eitthvað súr eða áfellst þessa gömlu vini mína að fyrir það og einhvern veginn þá ábyrga fyrir því að þetta rofnaði sko. En það ef þetta eru svona viðbrögð kannski ræsku að þú setur upp svona járnhlið þá náttúrulega skemmur þú lengir sorgarferlið og þú gerir líf þitt erfiðara. Já, sko, það hefur verið betra fyrir þig að gangast við að vera aumur og sár og leyfa já, sko, þykja samkennd og já, í rauninni gerði ég það, sko. Ég var með alveg mitt prívat prógram í því öllu saman og sem að ég hef meðal annars kennt öðrum og þeir hafa nýtt sér og allt það, en sko, mér fannst ég þyrfti sko að vinna og svona og ég þurfti að passa upp á strákana mína og ég þurfti að vera til taks og allt þetta, sko. En sko ég var ekkert með sjálfur mér sko í 2 ár sko. En svo var ég bara svo gæfusamur að ég kynntist konu og margir myndu segja að ég hafi farið í það samband allt og snemma og eitthvað svona kjátaði, en sko ég vissi það til dæmis þetta var nú ekki það snemma heldur en að sko þegar tengdamóðir mín frétti það að ég væri svona eitthvað að deyta einhverja konu og ég væri líklega bara komin í eitthvað samband við einhverja konu, þá var hún fyrsta manneskjan sem að var sko andaði léttar og var svo ánað með það vegna þess að hún sagði eitthvað sem hún sagði nú svona uppátt bara það sem hún hugsaði sko, hún sagði Guð minn góður hvað ég fegin, ég bara get ekki hugsað mér að hann Pétur minn var alveg eitt sko, hann yrði bara einn eða eitthvað og hún sko í hennar augum sko var ég ekki tengdasonur, ég var einn af börnunum, ég kynntist náttúrulega þessari familju svo ungur af því að við vorum svo ung þegar við áttum gumma og svona og þannig að og þessi kona bjargaði mér bara, ég veit ekki hvernig ég hefði bara farið út úr þessu sko og við erum saman ennþá sko það er ekkert láta á því sko, en ég held að það hafi meðal annars sko verið ákveðið svona kjölfesta og akkeri fyrir mig sko að kynnast henni og okkur hafi tekist að komast í gegnum þetta sko því að ég fullir það alveg sko svona í mínum eigin huga sko þannig 2 ár þá já, ég er ekkert viss að ég hafi verið alveg heill á geði þannig 2 ár sko, svafsam og ekkert og úttaugaður og En þetta ekki bara svona? Ég meina, hefur ekki gert eitthvað öðruvísi þegar þú verður bara að ganga í gegnum já, þetta er bara helvítur lönga eyðimörk og þetta er bara þannig. Bara vonandi kemstu í gegn. Já, þetta er margir deyja á leiðinni. Nei, þetta er bara svoleiðis. Og þess vegna er það að sko, og svo þurfum við að athuga það þegar við erum að tala um svona sorgarferli og nú get ég alveg talað eins og fagmaður að sko þetta sem að var að mæta að sorg að þetta sé eins og þetta sé eitthvað þróun þar sem þú ferði í gegnum svona eitthvað þróunastig og já, fyrst ert í afnitun og svo ert í þetta og eitthvað svona vinna endakallinn á hverju borði. Þetta er góðsaga sem er byggð á því að einhver hjúkrunarfræðingur talar við konur sem greindust með sko alvarlegt krabbamein og fylgdist eitthvað með því að reynda að raða þessu niður eins og psykoanalistar og vannar að gera að sko, já, svona gengur þetta fyrir sig og allir eiga að gera þetta svona. Og svo eru svona einhverja klísjur, það eiga allir að tala um þetta og eitthvað svona
og það alveg típisk klisja sko, já, hann horfðist ekki augu við sorgina, hann bara bætti við sér vinnu, ég meina hvern fjandan á fólk að gera, hvað skilurðu, og rannsóknir hafa náttúrulega leitt það í ljós að sko hvernig fólk gengur í gegnum sorgarhölli, að þetta bara alla vega og þetta ræðst að því hvers konar karakter þú ert, þetta ræðst að því hverja fjölskylduhefðirnar eru hjá þér, þetta ræðst að því hvaða bakgrunn þú ert með, hvernig þú tilfinningar stattur og svo framvegis, þannig að þú getur ekkert sagt fyrirfram með það, þetta átt að gera og svona átt að gera þetta. Getur jáfnvel verið verra að fólk sé að lemja sig með þessum þessum línuritum. Akkurat, og þegar maður ég sé óeðlilegur í sorginni. Já, og þegar maður að konsulera fólk sem í sorg, að það sem maður þarf fyrst og fremst að vita, og þú veist, það má orða þetta á alls konar hátt, en sem sagt að við getum sagt að grunnreglan þess, þú mætir einhvern í sorg sem að sko hefur áhyggjur af því, til dæmis fólk hefur áhyggjur og svona get ekki grátið eða ég græt svo mikið eða ég svo þreyttur að ég hef ekki pláss fyrir þetta eða hitt, hef ekki tímandi, og svo fólk að lýsa alls konar mótsannakenndu tilfinningum og hugsunum og öllu þessu, að ef þú ert að konsulera fólk sem í sorg, að aðalprinsipið það sem þú ert að hafa í huga, það það, út að hjálpa fólki að átta sig á því að það vit í öllu sem það gerir, það að segja, þetta allt skiljanlegt, skilur þú getur að vera sammála því eða þetta sé vont eða slæmt eða eitthvað, það bara vit í þessu, ef þú ert svona, ef við bara skoðum þig, hvernig þú ert, hvað þú kemur og hvernig, já, þá þetta bara mjög skiljanlegt að þú skulir akkurat bregða svona við. Vegna þess að þú þú. Vegna þess að þú ert þú og þú ert skynsemisvera. Guðspænum alltaf áfram að vera þú, ekki reyna að tróða þér inn í eitthvað annað. Já, og það alltaf meining með einhverju sem þú ert að gera og þetta meikar allt sens. Og En þetta ekki alveg samt svona, þetta næst því svona bara let it be einhvern veginn? Nei. Það alveg svona bara? Bara áttu bara að sleppa? Sko, við höldum þetta stundum, en sko allt fólk sem hefur gengið í gegnum erfiða sorg, þegar þú tala við það eftir á, skilurðu, og ferð að ræða við það, hvernig gerist það og hvernig það, þá áttar fólk sér oft á því hvað það var sjálft aktíft í sorgarferlinu án þess að átta sig á því sko, eða vera með eitthvað plan. Það sem þú myndir kalla sko, fólk miklu próaktífara heldur að það passíft sko, ef við megum sletta sko. En ef að ég hef ekki dregið frá í stofunni í 8 mánuði. Já, 8 mánuður, já, ég myndi nú ekki. Nei, ég myndi ekki segja 14 mánuður. Ég myndi ekki. Já, sko partur af sorgarferlið, ef við höfum að lýsa því og segja hver kjarni þess, sorgarferlið felst í það að þú sem manneskja endurheimtir það sem þú getur endurheimt. Og hvað það? Jú, þú ert að endurheimta aftur sko aktivitet, þú veist það að geta verið aktífur, og það endurheimta það að geta farið í vinnuna og haft ánægja á starfinu þínu eins og þú hafðir, eða ánægja á hlutum sem þú átt að gera. Lífsviljan. Já, og þú ert svona endurheimta hluti, þú ert slegin út af laginu og sérstaklega sko ef þú lendir í því eins og ég til dæmis að þú missir makaðinn þetta ungur þegar allt lífið blasir við og sem að þýðir það sko að það var svo, ég gat ekki hort sko til eitthvað svona framtíðar. Tristur ekki lífið? Nei, það var bara lífið að svikið þig og þú tristir því? Já, nei, ekki, þú ert allt og mikill sikvalisti. Nei, málið það að ég náttúrulega búin að lifa með konunni minni frá unglingsárum og öll plön, öll framtíð, hún inn í þeirri mynd. Þannig að sko, við ætlum að vera gömul þarna og svona, við erum að fara að gera þetta og eitthvað slíkt sko. Þannig að þetta, að það rifið frá þér í lífsáætlunin sem þú fylgdir og þú hefur engan tilfinningarlegan eða vitsmunarlega styrki að búa til nýtt plan eins og staðan núna. Og það ættir ekki að gera það því það því ömurlegt plan. Já, akkurat. Og þess vegna var alveg óbærilegt að horfa til einhverjar framtíðar sko. Þannig að maður tók náttúrulega mikið af svona stundlegum ákvörðunum, skilurðu. Og já. En maður spyrja einu. Já.
segjum að ég í sorg. Það stundu sagt til dæmis að ég missi heyrn, þá svona heilin bara fer einhvern veginn að breyta svona og ég þykist heyra hvað þú segir en ger ekki og fyrir að akta einhvern veginn, þannig að ég verð svona, ég hrörna vegna þess að ég ætti bara að fá mér heyrnartæki til þess að heyra betur. Sorg gæti virka hvernig þannig að ég bara daufari og öll svona félagsleg neti sem að ég tengist mótast af því hvernig ég að ég bara daufari og sendi veikari lífsvilja merki frá mér og allir akta á það kannski svo þú ert að lýsa sumir bara forðast það er óþægilegt. Já. Þannig að maður getur maður ekki orðið fangi í sorginni þessu leyti. Eða það bara þannig að þú þarft bara að ganga gegnum þannig tíma svo rístu með einhverjum hættu upp aftur? Sko, þegar við erum að tala þetta, þá megum við alls ekki missa af því að við lifum í samfélagi og við lifum í ákveðnum kúltúr og svo framvegis. Það er ekki tilviljun til þess að fólk sem að þegar menn hafi verið að stúdera þetta, sérstaklega árum áður, og þá komast menn aðeins til dæmis að miklu algengara að fólk væri með það sem væri kallað svona complicated grief eða eitthvað slíkt í stórborgum, frekar en í dreifbýlinu til dæmis. Þessi fólk lifði í þorpinu með svona þykkara félagslega neti kringu sig. Já, og ekki búið að svona stofnan að gera dauðan og einhvern veginn að gera það verkum að dauðinn sé ekki og dauðsföll sé ekki partur af lífinu og svona partur af því sem að bara gerist, sem að við þurfum öll að hjálpast við að ráða við og mæta og svo framvegis. Þannig að ég held að sem sagt í kannski þjóðfélaginu okkar, þessu nútíma þjóðfélagi eins og það er, vöru þjóðfélagið, öll samkeppnin, kynslóðirnar hafa gliðnað, ég meina ég er alveg upp í húsi þar sem voru 3 kynslóðir, þetta þekkist ekki lengur og þar hundir göttunum að þá, þegar einhver í sorg að vera fyrir áfalli, þá eru viðbröðin bara félagslegi strúktúrin og félagslegar venjur eru þess áttar að það kemur einmitt þetta að fólk veit ekki hvernig það á að vera. Það kannski rúmast ekki í þessum veiku tengslum í stórborginni. Nei. Þá er eiginlega ekki pláss fyrir þig með þennan farangur. Nei. Við erum svo professional í öllu og þú þarf bara að vera í þessu. Akkurat. Og þannig að þetta er svona kannski einhverju leyti menningarlegt fyrirbæri. Og ég já, og maður geti talað mikið þetta, hvað er búið einhvern stofnar að gera veikindi, dauðan og öll þessi ferli, þannig að það er eins og þetta sé einhver aðskota hlutur í þjóðfélaginu og til dæmis eins og það að þar kom sem óvart að já, eins og maður þurfti svona vernda börnin sín fyrir því að hafa mist mömmu sína eða eitthvað svona Þú veist, ég meina... Hvernig er það hægt? Nei, ég meina þetta er svo galin hugmynd. Eins og með ekki tala ákveðna hlutir að börninu eru nálægt og svona. Sem er bara rísastór fíll í stofunni. Já, en ég hef oft sagt það, ég átti 4-5 ára gamlan litlan strák, og máli var það bara, hann svaf náttúrulega bara hjá mér upp í rúmi, það sem eftir var, eftir þetta og hann fekk bara, þú veist, að hugga pappa sinn og hann bara, og ég var að gráta og svona og ég var bara að hugsa mömmu og við bara vorum þetta saman og hann var bara að hugga pappa sinn og svo fræðis og Gummi til dæmis svona líka, fekk svona hlutverk, ég meina ég var ekki að leina honum svona bara heimilisfjárhæðir og eitthvað svona og það komu svona punktar sem við þurftum að hjálpa staði því þannig að ég held að við höfum haft svolítið gott af því að ég var ekkit að, þú veist, ég meina börnin eiga bara að fá að taka þátt í þessu, þú veist, þau geta það alveg. Börn eru á þessu leitinu til miklu sterkar en við höldum. Það sem er vont fyrir börn, það er að halda þeim einhvern veginn þannig að þau skilji ekki af hverju ég er svoleið hinsegin, skilur.
Þau þurfa ekki að reikna mann út og þau þurfa að maður þarf að vera útreiknanlegur í þeirra það versta sem er óútreiknanlegur til dæmis fullur pabbi er ekki góður hann er ekki góður eða fólk með bara geðraskanir það getur verið mjög mikið álag á barninu en einhver pabbi sem að bara grætur og svo bara er ekkert verið að leina því og svo fær þú bara einhverja skynsamlega skýring á því akkur hann er að því og já, þú ert öruggari þannig. Herðu, talandi svona sálfræði. Já. Þú ert 8 ára, búin að vera með hennar fína kennara sem elskar þig og fylgist með þér það sem eftir var ræðilega. Kemur á þessu dásalega heimili 3 fjölskyldur elskar á móðuðinni og frænkuðínum og guðum og þetta hverjum ekki. Bara öllum. Ég var algjör sólskinsbarn, sko. Ég er yngstur og þú veist, hugsaðir það. Spiltur af hérna, hvað heitir þetta? Eftirlæti? Já, kannski. Það var það eftirlæti. Þurftir ekki að klára matinn að drillum? Nei, jú, ég var að gera það, sko. En ok, svo skiptu bekk og allt í einu bara fóturinn kippt undan þér. Já. Og allt í nættu bara óvelkomin í skólastofuna, upplifið bara fjandsamskap frá öllu umhverfinu. Þetta er náttúrulega rosalegt áfall og heldur að þessi drengur, að þú sett ennþá með hann í þér. Ég hef svolítið verið að velta þessu fyrir mér því að stundum finnst mér eins og að ég safnist bara upp. Ég er sko, drengurinn 6 ára sem að verður fyrir vonbrigðum og ég er ódæli unglingurinn og ég er allt þetta drast. Býtaðis, ég ætla að formúlera þetta aðeins fyrir þér, sko. Sko, málið er að við getum sagt það til dæmis að það geta verið atburðir í lífi okkar þegar við erum að alast upp, sko, þar sem að við þurfum að bregðast til því og þá temjum við okkur einhverja lífsreglu til þess að ráða við þetta ástand, skilur við. Típisk lífsregla sem mjög margir þekkja, það er það alast upp fyrir alkoholisma og læra aðferðin að lifa af við slíkar aðstæður, það er að þókna á stöllum og reyna svona að laga allt og jari, sko. Þannig að þú verður svona people pleaser eða svona þókni, skilur við. Þú veist, það kannast mjög margir við þetta. Það er að segja ótrúlega félagslega hæfur á yfirborðinu. Já. Afleitur. Já, ég veit ég meina að það eru margir sem þekkja þetta. Ég veit ekki hvað marga sjúklingar sem að maður hefur hittið mitt með þetta vandamál, en hvað með það? Sko, það sem var kannski að spyrja það er það, ok, heldur það að þarna hafi orðið til eitthvað svona lífsregla hjá þér eða eitthvað svona viðhorf svona, hjá mér sem að sko kannski ég hef verið að fylgja löngu eftir. Þú sagðir það næstu, þú sagðir það þegar að þú ert í sorginni að þá allt í einu kemur einhver hegðun sem er frá þessu tíma. Þá allt í einu tekur 8 ára drengurinn stjórnina. Já, hlutinlega, það er ekki bara þessi 8 ára, það er líka sko, þessi sem er á laugum sko, innan Þingeyingana og Eyfirðingana. Það sem er alveg upp af þessum 8 ára. Já. 12 ára. Sko, ég held að hluta til, sko, vegna þess að þú veist að einn kollegi minn sem að þykir mjög vænt mig og ég var að vinna með og svo framvegis og hann þurfti að eiga við mig samtal. Hann vildi að ég gerði hluti og myndi sækja mig fram á annað og hann var einhvern veginn að svona spyrja mig að því, sko, það var erfitt að reka mig, sko. Þú veist, að svo að reka í hóp, skilur, þú veist, ég rakst ekki vel þannig og hann var svona að býta, akkur dregur þið í hlé, akkur hefur þið ekki frammi, akkur gefur þið frá þið hluti og í raun og veru sko lyftir öðrum og vill láta leifa þá bara að fá kreditið og allt þetta og eftir svona samtal sko að þá fór ég að hugsa mikið og býta, hvað er hann eiginlega að tala sko og ég verð að segja það sko að mörguleiti að sko og þetta er hlutur sem ég fór bara spökulur í eftir 60, sko. Að ég sé svolítið þetta munstur, sko, einhvern veginn að ég býst alltaf við því að fyrir það setna að hópurinn sem ég er í að, sko, fólk þoli mig ekki, sko. Það nenni ekki að standa í mér, sko. Einhver getur sagt að ef að það er tilfinningin, þá mun það rætast þess. Já. Því að þú aktar þannig og þú kallar á það.
Já. Og þegar upplaustin í fylkingunni var heyrist allt inn í hausnum á þér og allt inn í ferða akta eins og séu sko bröð í tabli og svik og... Nei, ekki bröð í tabli og svik, heldur bara, þetta miklu meira það. Ég sagði við því, sko, ég var svolítið depressífur, sko. Og ég náttúrulega með þann tendens sem er mjög sterkur, sem við getum sagt að við skiptust í þrjá hópa gróflega. Ef við verðum fyrir alvarlegu mótlæti, þá getum við brugðist við með því að segja heimurinn er hættulegur staður og við verðum svona kvíðinn og óörugg og allt það. Eða við getum sagt heimurinn er vondur og það er allir á móti mér, þá erum við svona reiða típan og eitthvað. Eða við getum verið já, þetta er allt mér að kenna, ég er ekki nógu góður, ég hef ekki staðið mig nógu vel og svo framvegis. Og ég er þarna, skilur við. Þannig að sko ef að hluti ganga illa og svona, þá er mér að kenna. Og ef mér gengur ekki nógu vel þá ég ekki verið nógu duglegur, þetta liggur allt svona svolítið hjá mér. Þetta hefur hjálpað mér að því lítnum til að ég kenni aldrei neinum mínar ófarir, bara aldrei sko. Þannig ég er aldrei í svoleiðis konfliktum við fólk og hef aldrei verið. En það er skynsamlegt sko, það er skynsamlegt að líta alltaf út að sé okkur að kenna. Já, en sko... Ég noti þetta svolítið svona í vinnu og svona, það er verið að kvarta yfir ykkur öðru, það er ekki sniðugt. Þetta er alltaf okkur að kenna. Ég er svolítið þarna sko, svo er annar þráður í mér líka sko, ég er svona svolítið ég get ekki sagt að ég sé hípomanniskur eða manniskur, ég er ekki alveg þar, en ég er örgjaði sko, þannig að ég veit ekki DSM er ábyggilega með, ég veit ekki hvort ég uppfylli þarna syklóþýmíuna eða eitthvað, ég man það ekki. Ég get sagt þér að Pétur, ef það er ekki í nýjasta hefti, þá verður það í næsta. Já, ég veit það. Það þrefaldast að þykkt hverju útgáfu. Já. En sko, ég veit að við endum það allir inni. Já, ég á svona tímabil sko, þar sem að ég er svona ég er alveg hamhleypa til verka og mjög duglegur og allt þetta og geta orðið og á slíkum tímabilum sko, þá get ég líka æst mig og svona, erfiður í pólitískur umræðu og svona, og þetta svona ég þurfti nú að gjalda þess stundum í gamla daga sko, en svo inn á milli Talar yfir fólk? Já, bara fólk lappar og hægt, það er allt og lengi að skilja og það er allt og lengi að koma þessu út úr sér sem það er að meina og ég bara botna og ég hef alveg rétt fyrir mér í því og allt það sko og ég er svona fljótur að sjá valkostina og skil ekkert af hverju fólk er svona lengi átt að segja á því og svo framvegis, ég er ekki alveg klikkað sko, ég er bara erfiður svolítið samskiptum sko, svona kvalur eins og mamma segir sko, þú ert ekki að vera eins og kvalur Pétur minn og en svo eftir slík tímabil sko þá finn ég það svolítið að það svona einhvern veginn er minni orka og dofnar svolítið í mér og þá er ég svolítið svona vulnerable sem maður kallar það sko en ég hef svona náttúrulega lært að lifa með þessu að vera svona sveiflukendur sko og Þegar þú ert svona eða næstu því þá ertu með svona skarpa sýn þegar þú ert svona daufur þá allt í einu sérðu eiginlega ekkert út úr neinu í sjálfum sér og svona borgar sér bara að bíða og sjá til að þegar ég fer aftur á þessi í gang að þá mun ég sjá að þetta er ekki þannig. Nei, ég er ekki þannig sko, ég er ekki svona það vantar í mig þetta þess vegna hef ég aldrei sko eftir ég menntaðist og allt það, þess vegna hef ég aldrei sett mig í flokk sko, heyrðu, þetta er svona manískur þáttur nei, ég næ því ekki sko, það vantar svo mikið inn í það sem gerist er bara það, ég er bara duglegri og ég er aktífari og ég er ofsalega fljótur að hugsa. Ég er ekkert að, þú veist, ekkert annað, það er ekkert annað en það og sem að þýði það að ég verður svona ákafur og eitthvað slíkt sko, þetta kom sér helvíti vel stundum í pólitískri baráttu og svona sko, maður var náttúrulega þegar maður var upp á sitt besta þá bara talaði maður út í eitt og það var ekki hlé og ég maður fyrst eftir talandi frá Hlemmi í Miðbæjarskóla og við maður býða sko í þrjú korter upp á Hlemmi að því það var svo lengi í gang sko. Lengsta ræða sem ég held í dagsbrú var held í 40 mínútur og það var engin þreyttur þegar hún var búin sko. Það var ekkert, það var bara æsingur og læti og sko og ég held til dæmis í sko þegar ég verið fyrir svo áfalli og er að gangi úr sorgina sko þá er þetta alveg samfellt svona depressíft tímabil svolítið svona bara í 2 ár sko þannig ég er með öll svona einkenni og með svefntruflanir erfitt með að sofa og svona rosalega þungur á morgnana og koma mér í gang og einhvern veginn kom í mig einhverju orku skilurðu
En já, því ég var að spyrja svona að tilheyra þarna þegar þú doktora, allt inn eftir heimi sem er þeir fjandsamlur, af því að ég er með helgispjall það sem er á svona Laugatum, bróðin var hérna í morgun og ég svona þykist verið að gera eitthvað, þannig að ég spyr alltaf sömu spurningar hvernig fólk mann fyrst eftir sér og svo spyr ég alltaf þegar þú varst aðlast upplifirðu að þú væri elskaður og væri velkominn og þá er ég eiginlega að spyrja þessu sko, að vera í heiminum og maður eigi heima í heiminum því að stundum tilfinningin að vera ekki velkominn í heiminum er einmitt svona ótrúlega köld og erfið. Kannski er þetta eitthvað sem ég hef. Það er ein minning sem ég hef, að ég er náttúrulega alveg upp í fátækt og pabbi alkoholisti og með mikla skömm og að sömuleyti fannst mér sko heimurinn hann úti vera, ég var ekki alveg velkomin í hann sko. Þetta var heimur fyrir aðra og ég þurfti svolítið að hafa fyrir sig þess að ég í mér þessi gorgir og allt þetta sem þarf að berjast til þess að komast þetta inn. En það var ein svona vitrun sem ég var fyrir, ég held ég að verið 16 ára gamall. Já, það var held ég að verið svona klúbbur listahátíðar út í félagsstofnun. Já. Og þetta var ótrúlega fallegt vor. Já. Alltaf gott veður einhvern veginn í Reykjavík. Já. Og við vorum að labba, því að klúbbur listahátíð var bara opinn held ég man ekki hvernig það var hann í gamla daga, þetta var bara til 11 eitthvað leys og svo var eitthvað aðeins opið lengur á úðalið eitthvað og við erum að labba svona hópur niður brekkuna sem er fyrir utan ráðherrabústaðinn og þá voru trén ekki orðið svona há og það var ég held að Óli Thors hafi verið komin hana og trén voru bara miklu lægri og Dagur Sigurðarson er að labba við hliðina mér og hann stoppar allir þetta er svona fallegt svona svipað á kvöldið var í dag, þetta er mjög fallegt kvöld sem var núna svona sumarkvöld og hann tekur svona utan öxlina á mér og gerir svona yfir öll þingoltin og segir, þú mátt eigi þetta. Já. Og það bara, small allt inn í hausnum á mér. Já. Að ég hafði ekki að fatta þetta áður. Nei. Að ég mætti eiga heiminn. Já. Það hefði engi sagt mér þetta áður. Fyrir Dagur Sigurðarson vel drukkinn og orðið svolítið langleitur í sínum alkoholisti. Já. En þú segir sko tilheyra. Já. Sko, þetta er svona merkileg spurning sko, að hjá mér sko er þetta svolítið típent einhvern veginn að sko þegar ég kem út í heiminn eins og orðar það kem ég náttúrulega úr á vissan hátt ég get ekki sagt vernduð umhverfi ég kem út mjög hlýju umhverfi þar sem ég er viðurkenndur og allt þetta sko séður já, en sko þarf að segja þetta er einhvern veginn þannig að ég svona er ekki allstaðar það sem er einhvern stigveldi einhvern authority eitthvað slíkt sko það er hættu svæði fyrir mig skilurðu þannig að mér leið ekki vel svona í íþróttum þar sem það voru þessi keppni og svona ég einhvern veginn þó ég hefði gaman að fótbolta og handbolta eitthvað ég svona einhvern veginn að vantaði eitthvað svona til þess að ég gæti svona virkjaði í mér einhvern keppnisanda og haft mig fram og svona og svo í skóla með þetta breyttist eins og að svolítið sko og það hafði mikil áhrif á mig sko að þegar ég sko fyrir sveit þegar ég er sko áður ég fyrir landspróf sem sagt 68 Það er stigveldi í sveitinni svo sem yngstur gerir allt sem hann getur svo sem næst yngstur gerir allt sem hann getur sem hinn gerir ekki en það var annað sko ég kem að það 68 þegar ég er sem sagt 15 ára og ég vil fara aftur þegar ég er sko næsta ára og eftir og meira segja þegar ég er komin á aldur það sem að pabbi er að spyrja mig ég vildi ekki vera svona hvað ætlar að vinna í næsta sumar og svona hvað tekka eða komin í malbyggið eitthvað almennilega byggingavinnu að svona getur rifið með eitthvað pening og svona nei, ég er að fara upp í sveit aftur sko ég fer þangað og það er vegna þess að ég kemst þar í kynni, svona ég ætla ekki að rekja hvernig það kom til, en ég sem satt kynnist bónda í Brennu í Lundaríkjadal, Jóni Böðarsinni og gerist vinnumæður hjá honum og þetta sko hafði mikil áhrif á mig og ég bjó að þessu og hef búið að þessu, hans svona leiðsögn hvernig hann var og var við mig og allt þetta sko bara það sem eftir fyrir æfinar. Þetta var maður sem að hrósaði aldrei neinum.
ekki þannig sko, hann sagði ekki helvítur þetta gott hjá þér eða eitthvað sko, heldur hann sagði eitthvað við eitthvað annan sem að þú sé hann fréttir en sko hann þarna fór ég að vinna og þetta var maður sem að ég fann það svo vel sko, hvað hann kunni vel við það, hvað ég var duglegur hann kunni svo vel við að ég bara kom og sagði, byrju, ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta, ég meina, hvernig á ég að gera þetta sko, af því ég vildi gera hlutina rétt og ekki skemma neitt og svona það var auðvitað að kenna mér og svona, og svo var ég svona, ég var góður við kýrnar og lægin við þær og svona, og ég var lægin við hesta og allt þetta og hérna góður í girðingavinnu og ég veit ekki hvað sko, og ég fann það alltaf svo vel sko, hvað þetta var maður sem kendi mér það í raun og veru, Pétur, veistu það að þú getur hlutina sko, og það sem meira er Pétur minn, þegar þú einbeitir þér að því að flesta því sem hann gerir, það gerir þú vel, takt eftir því sko, það er mjög lítið af hlutum sem þú ert að gera sem hann gerir ekki vel. Þetta fann ég svo sterkt, þetta 3 sumur í röð, svo það var ekki skrítið að ég væri að fara þarna í fríum með vetur og svo framvegis. Og þetta og vann upp ansi mikið þetta svona, þú veist að þegar ég kem svona í menntaskóla og svona, þá er ég ekki með þessa byrði sko, já, ég kannski tilir ekki, eða þú veist, ég get átt von á öllu, eða ég er svona upp að geinst eða eitthvað sko, en ég er alveg nógu góður sko. Og ég er sko betri en mjög margir aðrir sko. Ég er klárar en margir aðrir, ég er duglegar en margir aðrir, ég er útsjónasamari og jari. Þannig ég kem með þetta sko þarna inn, úr sveitinni. Fullur sjálfstraust. Já, úr sveitinni sko. Herðu, þú þarna gerist sósíalisti og kommunisti. Já. Og held heitur í því. Þú ert tildulega fámennum hópi sem að trúir því að bara byltingin geti verið raunveruleiki, já. Raunveruleiki. Núna eftir 30-40 ára guðmæta hvað þessari nýfrjálshyggju að þá gæti nú einhver sagt við því í alvörunni, Pétur, trúðurðu því í alvörunni að það væri bara kortir í byltingu? Já. Hvernig gastu verið svona mislæs á samfélagið? Ég var ekkert mislæs á það munaði, sko, ef þú ferð að rannsaka til þess bara fall herforingjastjórnar í Portúgal og hvernig það þróaðist allt saman, ef þú bara kynnir þið þá sögu bara í þaula að þá sérðu það alveg í hendi þér að þetta munaði bara hársbreytt sko í rauninni að já, það bara vantaði upp á það að verkalýðsflokkarnir einhverjum og sérlega kommunistaflokkurinn hann náttúrulega klikkaði þarna, það er bara það hefði verið þetta, það var alveg verkalýðsbasis, verkalýðsgrundvöllur fyrir það að setja á fót sko ríkisstjórn verkalýðsins sem hefði síðan byrjað að umskapa samfélagið, það var alveg möguleika því, meira segja það sko herinn var alveg lamaður, þannig að hann hefði jafnvel staðið með þessari byltingu, skilurðu, þannig að nei, þetta var ekkert svo fráleitt sko. Þannig að ég er að leika mér að spurja innan úr sögu sigurvegarana og þú og þinn hópur eru tapararnir í sögunni. Já, og hvað? Hvernig spurningin? Nei, það var fólki svo hissa að þú hafi raunverulega trúað þessu og þú varst að svara því að muna litlu. Já, stöngin út í Portúgal. Já, ég get ekki gert að því að fólk sem er með allt aðra skoðun á mannlegu eðli heldur en ég, það er bara enga trú á allþýðu fólki, enga trú á sköpunar, mætti, baráttunar, skipulagsþroska verkalýðsins og vinnandi fólks og svo framvegis sem að ítrekað sko kemur alltaf upp, sjálfskipulagning verkafólks kemur sífellt upp í hverri krísun á fætur annari í gegnum söguna þegar að yfirstéttin sko getur ekki stjórnað en undirstéttin og flokkar hennar geta ekki tekið völdin. Meira segja þegar Gaddafi fellur og allt það í Líbíu, þá erum við sögur af því að hvað gerir fólk til að bjarga sér? Það er sjálfskipulagning. Fólk skipuleggur sig í nefndir og svo framvegis til að passa allir hafa éta og gæta öryggis þannig að fólk sé ekki drepa hvort annað og eitthvað slíkt skilur. Bara meira segja við þessar aðstæður. Í arabiska vorunu þá kemur það upp sjálfskipulagningin. Ég get ekki gert að því þó einhverju heimdellingar sko kom ekki auga á þetta og rugli saman hvernig kapitalismin hefur mótað persónurnar og verðmætamat þeirra
og rugla því saman við mannlegt eðli, sko. Þú veist, að þetta sé mannlegt eðli. En við sem ekki fyrst og... Já. Þannig að ég bara orkenni svoleiðis fólki, þannig að þú veist, nei, við trúum þessu og jú, við vorum reyndar í mínu samtökum og svo framvegis, við vorum náttúrulega undir fórustu manna sem voru ansi miklir svona það sem við getum kallað impressionistar, það voru náttúrulega menn eða fólk sem hafði verið í trotskíistarhreyfingunum alveg frá stríðsárunum og lifað af nasismann, verið í andspyrnurhreyfingunum og svo framvegis og bjóst við að síðari heimsstyrjöldin myndi enda sko í svakalegri krísu eins og fyrri heimsstyrjöldin og var að búa sig undir það síðan gerist ekki og svo eru þeir einangraðir, þannig að þeir eru svona alveg örvæntinga fullir sko að sjá alltaf eitthvað stærra í öllu sem var að reyfast byltingin, já nei, það er verkvað þannig, það er kannski bara bylting að koma. Það eru vongóðir. Já, sko, þú veist og þetta var fólk sem var fætt 1920 eitthvað eins og Ernest Mandel og Pierre Frank og fleiri sem voru náttúrulega svona svolítið impressionistar eða svolítið þannig, við vorum svona svolítið undir fórustu þessa fólks og þannig að við náttúrulega smittuðum svolítið af því og allt það sko en hérna ef að við erum ekki þarna sko að reyna að sjá sköpunarmáttin í allir þeirri hreyfingu sem að kemur upp já þá kannski höfum við ekkert voða mikið að gera í svona umræðu hvernig á að breyta samfélaginu eða sósíalisma eða eitthvað sko ef maður er ekki þarna skilur, ef maður er alltaf svona já, nei, þetta er ekki nógu gott, það vantar hann upp á og nei, þetta er ekki nógu vel skipulagt, nei, það er ekki rétt af fólki í fórustu, eitthvað svona kjaftaði sko, þú veist, sjá bara bak við það sem er að gerast sko og hérna, þannig að já, nei, ég er ekki viss Þú er ennþá trú Já. En ef ég myndi hitta þig þarna, segjum bara svona einhvern tímann upp á 1970, þú í lópapyssunni, í grænu gjafínarúlpunni, áttur ekki svoleiðis? Nei, ekki grænni, ég var í svona svartri Álafoss með trédæmi, sko, þegar ég var í menntaskóla. Já, og ég myndi lýsa hérna síðan árunum sem komu eftir, þessum nýfrjálsíkjárun, sem er náttúrulega bara gaggbylting hinna ríku. Já. Þú er ekki trúað mér, sko. Og það er, nei, fjandinn hafið það, við klúðrum þessu svona rækilega. Það ekki? Það bara getur ekki verið. Já, sko, ég myndi ekki segja, ég hefði sagt við, nei, ég trúi þess ekki. En ég hefði ekki sagt, sko, nei, þetta, ég meina, djöfull höfum við klúðrað þessu, eða hefur einhver klúðrað þessu, ég hef aldrei tekið þannig til það, sko. Ég hefði sagt við, nei, þetta er útilokað, Smári, þetta gerist ekki. Akkur heldur að þetta gerist ekki, Pétur minn? Sko, verkalýðshreyfingin í Evrópu er allt og sterk og skipulögð til þess að hún láti svona yfir sig ganga. Hún mun bregðast við og jafnvel verkalýðsflokkarnir munu neyðast til þess að reyna einhvern veginn að vera í sátt við hérna skipulögðu verkalýðshreyfingu og einhverju leyti ganga hennar erinda, þeir eru þetta fláráður eins og þeir hafa alltaf verið en ég held að verkalýðshreyfingin í Evrópu er það sterk að hún lætur þetta ekki alveg ganga yfir sig, skilur við. En hún er miklu veikar í dag. Nei, en þetta svar mitt á þessum tíma, sko, getur þú sagt að hafi verið vanmat mitt á því hvað verkalýðshreyfingin var í raun og veru orðin veik þegar að þessi sókn sko byrjar, cirka 1980, sko alvarlega. Að þá Þú hefur ekki séð svona innra meininnar. Nei, já. Eins og oft maður sér yfirborðið og maður áttar sig ekki á því að sko klakin er orðin svolítið þunnur. Já, ég veit það. Og málið er að á þessu tíma þá hefði maður átt erfitt með að horfast í augu við þetta vegna sem maður hefði þá þurft að horfast í augu við það að skrifstofuvaldið í sem sagt hinni skipulögðu verkalýðshreyfingu, hvort sem hann er pólitíski armurinn eða hinn, að sko að það væri búið að eyðileggja svona mikið sko. Maður hefði ekki viljað trúa því sko. Það hefði ekki verið svona afdrifari. Já, og svo held ég líka sko, það er ekkert öll kurl komið til það er ekki búið að greina það sko, hvernig stendur á því
að sko tákgrænt að sko námaverkamenn í Bretlandi tapa baráttunni og þetta verður mikið bakslag en svo meira í kringum það eru fleiri minni ósigrar allt í kringum þetta en þetta svona hinn tákgræni ósigur í rauninni fyrir alla Evrópu að sko ég held að sko þá eftir að greina það sko, hvernig gat þetta gerst? Hvenær byrjaði þetta sko, að molna í sundur? Hvernig gerðist það og það? Og ég meina, það þýðir ekki að koma með eitthvað svona billega skýringar. Það alls konar, þú ætti að draga inn alls konar þætti. Þú getur ekki bara að tala sviksama leiðtoga, þú getur ekki bara skilt þetta með bírókrati. Við erum að tala eitthvað svona breytingar í samfélagsgerðinni í struktúrnum, það eitthvað svoleiðis að breytast. Og sjálfsmynd fólks og stöðu einstaklingsins í samfélaginu, ábyrgð einstaklingsins og alls konar. Já, og það komið kynslóð sko sem að, hvað ég má segja, hefur ekki varan á sér af því að það var ekki hún sem að barðist fyrir almannatryggingunum og almenninni heilbrigðisþjónustu, atvinnulífsbótum og trúum allt muni bara batna sjálfum sér. Já, það var pappa og mamma og af og amma sem gerðu það, en sko, þeir sem eru núna eða voru þarna að þeir tóku þessu sjálfsagðan hlut eins og þetta væri eitthvað sem að væri sjálfgefið og væri þarna og þú þarft ekki að verja þannig að þú horfir aldrei á þess að... Þú myndi halda áfram að þróa sko. Það bara trúin á því að allt muni skána hægt og bítandi. Já. Að þú eru ekki að leggja á þig. Nei, já. Og eitruð hugsun. Já, eitruð hugsun en það sem að líka spurninginu það að það að koma auga það þegar þú sko, ef þú horfir á bara svona atriðin svona, já, hvernig það að kjósa eitthvað, já, ég að kjósa svona viðrétt, ég að kjósa þetta, kjósa hitt, sko, en sko passar þið ekki að vera, sko, bara að kjósa hérna hefðbundnu verkalýðsflokka, alveg saman góð óanægður með það, að vera að prófa að kjósa eitthvað annað og svona, þannig ertu sofandi gagnvart því að leið og þú gerir eitthvað svona, að þá ert þú að leggja þitt vogarskál á þá, sko, á þann vænginn að gera, að stofna fyrri ávinningum sko í hættu, setja þá í hættu. Ég held sem þetta kynslóðin sem að bera upp í hreyfinguna að þegar hún verður fyrir þessum ósigri, segjum 1980, að það sé kannski kynslóðin sem að, hvað ég var að segja, tekur það sem gefið, sko, velferðarsamfélagið. Þetta ekki eitthvað, sko, ef ég að taka ykkur á pólstæðlega ákvæðanir bakka fyrir þessu, kjósa þennan eitthvað slíkt, þá get ég verið að stofna þessum ávinningum í hættu. Eldri kynslóðin sem barðist fyrir þessu, hugsaði eftir öðruvísi. Þetta til mig segið þátturinn í þessu, sem svona, hvað ég að segja, félagssálfræðilegur. Nú svo bara aðstæður fólks og gliðnun alls konar hluta eins og þú veist, ég meina 1980 þá ertu ekki með svona stöðu eins og út með einhvern bæ að borg í Bretlandi og það ein gata, skilur og allir kallarnir vinna svipaða vinnu, það allir í verkamannaflokknum, skilur þú veist, og helmingur á liðinu mætir þar á fundi og þeirra kosir og kjósa bara allir sóli í þetta, þú veist Frakklandi, þá bara heilu hverfin, það bara allir í komur. Þetta er aukur farið, sko. Já. En þannig var þetta, skilur. Ja, það þarf að finna þetta aftur, þetta snýst bara stjættari vitund. Já. Klukkan 3. Já. Ertu mikið svona að spjalla á kvöldin? Nei, eins og þú sagðir. Sko, kallar þetta kvöld eða nótt? Það fer eftir bara hvernig maður stemdur og hvaða dagur það. Þetta bara kvöld núna því að það laugardagur og sunnudagur. Nei, en sko, þú veist, ég náttúrulega alveg upp á heimilega sem allir hlustuðu á mig, sko, og þannig ég fékk þessa villu hugmynd að allir vildu hlusta það sem ég segði og það líti alltaf að vera óðara merkilegt og allt það, sko. Það svona partí frammi og hérna, fólk vil komast inn í... Já, ég segi það. Við erum eiginlega bara að setja halvleik á þetta, já. Við erum eftir að klára þetta. Ég verði að bara someday. Hálfleik og svo bara, hérna... Getið þið komið aftur? Já, við skulum sjá til. Það er allavega hlýja. Ég var bara að fara inn og sofa. Það er innrás hérna inn í stúdíóið. Ég ætla að slá aðeins smá hlýja. Koma konundar og reka hrútana út. Já, það minni á að við erum hérna í marathon málþófi á samstöðinni. Þetta snýst allt það að við erum að safna áskrifunum. Þannig að ef þú ert ekki orðin áskrifundi þá vinsamlegast gerðu það núna. Það er hægt að fara inn á samstöð.is. Þar getið þið skráð okkur fyrir áskrift. Við ætlum að gera örstutt hlýja og það kemur allt annað fólk hingað í settið eftir augnablik.